Góðu hlustundur, það sem þið eru núna að fara að hlusta á eru lesnar lýsingar á karlíku þáttum 8 til 42 ásamt aukaþáttum. En lýsingar á streymisveitum byrjuðu ekki fyrr en í 8. þættinum. Við hefjum lestur eftir þetta stutta lag. Þáttur 8. Strákarnir kíkja aftur í kompuna eftir 2 vikna frí. Matthías játar skammarlegan hlut, Pálmi Gessan kíkir við spjall, Arnmundur verður hræddur við Sveppa Krull, Smásalinn hefur göngu sína, Arnmundur játar að hann var tilsett dómsmálaráðherra að skrifa frumvarp hvað Lilja Alfreðsdóttir var í heims. Skrítinn kall hringir inn og segir frá símaofnæmi. Bergur Ebbi hringir í möguhlaðarpi og spjallar með Íslandþættina og sagði hún á Spaugstofu kvikmyndina og opinberið á netinu. Þáttur 9. Strákarnir taka upp þáttinn á 2 dögum. Úlfur segir hann sé skotin í dóttir Franks Grínstad, Arnmundur segir ömurlegan Marvel-brandara, svinlegu órómantíska á fónunum, Siggi Hall hringir inn og kvartar út í Magnús, Bókasali hringir í Stein bónda og órangútasjúka, strákarnir hlusta nýja Guðni Maríu-lagið, Matti segir frá því þegar dularfullur atburði gerðist með hundinn hans, Arnmundur segir frá því þegar stór íslensk fittisstjarna byrjaði að fylgja honum, Maggi segir frá flóknu og ofta sambandi sínu með Nutella, Úlfur segir þegar mamma hans var að reyna að drepa skjaldböku erlendis, strákarnir viðurkenna að þeir vilji missa á öðrum hverjum degi lífsins og að þeir vilja bara sand á hverjum degi í viku. Herbergisfélagapósturinn kíkir í spjall og Edda Björgvins og Örn Árnason kíkir viðtal grínferil. Þáttur 10. Strákarnir reyna að vernda íslenskuna, COVID-bólusetningar ræddar, sundlaugar Maggi segir sundsögur, staðreyndir sem þú vissir ekki skjáin og HTX-arann og opinberðar, Arnmundur segir frá því þegar gamall Róni eldan út allt, strákarnir útskýra damahatrið fyrir Úlfi Danasjúka, Úlfur lemur frænda sinn, Arnmundur talar fátækari hverfi borgarinnar, Úlfur og Magnús sletta endalaust eins og enginn sem morgundagurinn, Úlfur atar í skyndibitssögum borgarinnar, American Style-lagið í botni, kindin Einar kíkir við og sláandi staðreyndir skjáin sagðar. Þáttur 11. Atli kíkir eins og gestur, Maggi svarar ekki síma í upptökum á RÚV, strákarnir hugsa hver besti útvarpsmaðurinn, Úlfur leiðist út af bólusetningarumræðum Matthíasar og Atla, Sindri Sindrason hringir í mömmu Úlfs, Úlfur fúll en Doddi Dodds kemur honum í gírinn, útvarp krakkar upp á fónunum, strákarnir skella á síman hjá KS í Hafnarfirði, Arnmundur segir frá leiðilegum atburði í Sundi, Atli líkir eftir gilsaranum og kemur óþægilega spurningakeppni, Gleðibankinn í gangi, spænsk öldurri kona lokkar Atla, skrítinn kall starir á Matthías á listasafni, Arnmundur notar enn 5 ára skólatösku, Atli lét sér lélega brandara í takt við vonda tónlist, Atli heimtar að vera á tökkunum, gamall kall veit ekkert fána, Atli trúir ekki að strákarnir hengdi í frækthól, Simmi Will neitar að tala við strákana, Instagram hringir inn og út og Úlfur neitar að fara í viðtal með foreldrum sínum. Þáttur 12. Karlakví. Strákarnir eru ekki í kompinu heldur á fjarfundi, allir í sóttkví og Úlfur veikur. Arnmundur horfir á lélega þætti 2 konur í sundi, strákarnir ræða bólusetninguna, listi gerður íslenskar geitur, Latti gamli rættur, Úlfur á fónunum, Randvi Þorláksson býr til fíkniefni á Stöð 2. Munurinn á hvað konur og karlar með að gera rætt rækilega, Maggi horfir á spúfmyndir, Arnmundur mælir með þáttum, Matthías byrjar á The Office, Seinfeld og Skaupið,
Þórhallur gerir góða ákvörðun, Skrítinkun og Æsufellun hringir í bílaverkstæði, Atli verður geðveikur, Matti fær nýtt herbyggi, Maggi hoppar í rúminu sínu og verður emoji-sjúkur og Hveitibjörninn í spilun. Þáttur 13. Strákarnir mæta í kompunni, maggalausir, enginn vill vera gestur á samfélagsmiðlum, nýjasta Guðný Maríu-lagið spilað, hringdu í Sundlaug og spurti mikilvægra spurninga, tvítug símastúlka veit ekki hvað randver er, Skrítin kallar rúmfattalagur og skilur ekki brandara Úlfs, strákarnir ræðið þættina æði, Arnmundur segir frá hryllilegum TikTok-mennskeiðum, Laxakallinn Apple hringir inn, strákarnir peppa sig við tvíhöfða í vikunni, Maggi á leiðinni til Siglufjarðar með sofandi bróður sinn hringir inn, Arnmundur útskýrir vinsælt mennskið á samfélagsmiðlum tengt einelti, bíóferðasögur og ísferðasögur ræddar, Mattías er með söllgalsa allt í ljónunu Alex að kenna, Úlfur gerir Péturs Jóhanns eftirhermu, allt er á netinu, strákarnir þvera neita að byrja með myndlistakennarunum sínum, Jungnar talar Bjössa gamla, gömul bekkjarsystir strákarna misskilur ljónaæsing kvenna, Úlfur rifjar upp ömurlegan metróbrandara frá Tedda Tudda, mamma Úlfs kallar Úlf falskan söngfull og ekkert óheppilegt gera sig óhappa þættinum. Strákarnir vara við þessum þætti fyrir viðkvæma hlustendur. Strákarnir mæta aftur í kompuna eftir 2 vikna frí. Fá upp dæmið er rætt. Arnmundur, Mattías og Úlfur segja skemmtilega sögu þegar Pálmi Gesson birti skyndilega inn í líf þeirra. Úlfur gerir minnstu kveðlisins og hringir í geimstöðina og spjallar barnaneyðinga. Strákarnir hringi í ókunnu númer sem eitthvað fólk sendi þeim. Maggi veiki hringir inn. Úlfur spjallar við Nexus starfsmann nýju Maríó-myndina. Úlfur segir brjálaðar sögur Siggu Beinteins í Hörpunni og Loga Bergmann sjúkan í Mattías. Úlfur talar getnaðarvanir, beint í ævintýrabílinn sýnir svo nóvambert og Mattías leikur grátandi undir borðinu. Þáttur 15. Karlakví 2. COVID snýr aftur. Þegar strákarnir gruna ekkert gerist það sóttkví snýr aftur og þar er landi Karlakví. Arnmundur hefur lítinn áhuga á overheadsum, Maggi spilar PlayStation á meðan upptökur í gangi, Magnús vill ekki putta Örn Árnason, Arnmundur hefur brotið speil, Mattías á skrýtna gamla konu, Magnús er fermingasala á Arnarnesi, Úlfur sá Gunnar Helgason og Randi Þorláksson vera að ríða í almenningi, Sveppi Krull fær sér kött, Magnús tekur spurningakeppni úr umferð vegna Friends spurninga, Úlfur er æstur í að segja frá Minecraft uppfærslu, Arnmundur segir frá ömurlegu Home Alone endurgerðinni, strákarnir mótmæla því þegar fólk neitar að segja já eða nei, Gunnar Smári syngur kommasöng, strákarnir segja frá klúðri aldarinnar eða frá karlakváþáttunum sem aldrei kom út ef að tekin upp, Arnmundur segir frá bestu leiðina til þess að byrja sunnudagsmorgunin sem tengist mannskvorun, sumir detta inn og út úr fundinum, Mattías segir frá nýrri bók eftir Gunnar Helgason, Mattías vill leigja Iðnó, Úlfur enn ókveðinn í fermingamálum og skimunarsögur ræddar. Þáttur 16. Strákarnir taka upp í kompunni ekki á Skype. 2 nýir dagskrárliðir, Arnmundur lendir í 2 áfjöllum í öskuliðinu með stuttu millibili, Magnús byrjar með sitt eigið hlaðvarp, Úlfur búinn með The Office og fór að gráta út af því, Arnmundur klárar My Name is Earl og byrjar á Seinfeld. Strákarnir segja skoðun sína á 3. manninum í tvíhöfða, fuglahúsi í sálinni þegar hann spilast, enginn drekkur kaffi, áhugaverðar áhrandatölulesnari, Arnmundur segir frá tölvubolti sem hann sendi á höfund Klaufaborna, 2 tilkynningar lesnar upp, Reykjavíkurþáttur planaður, myndir þú hoppa út gluggann og fara á risastórt grill og hoppa í pott sem hann sjóða sojasósu fyrir 1 milljón, er spurt. Magnús hatar auðvitað blöð, leynirloka rætt, Mattías fær svefngalsa, hring eftir hring spilað, 10 mínútna spurningasögur og Úlfur tróðar hljóðnúmerunum sínum í borana á sér. Þáttur 17.
karlavaka. Strákarnir mæta í kompuna á Reykjavíkudegi á síðasta degi októbersmánaðar. Morgunrödd strákar ranka við sér. Skemmtilega draugasögusagðar. Engi vill sofa í draugahúsi í 2 sólarhringi. Rætt Kanye West og Kim Kardashian, ótrúlega satt. Keeping up with the LGRs. Rætt raunveruleika þætti. Ólíkar skoðanir foreldra á þróun barna. Rólegur þáttur. Úlfur treystir kennarana sína betur en vinum sínum. Úlfur missir út af sér nafnbróður sinn þegar hann má ekki segja það og það ekki klippt út. Reykjavíkulag spilað. Matthías segir frá skemmtilega leið til að segja grikkaði gott. Randver ekki dáinn. Shitty 60. Smásálinn. Tvíðugíkirinn. Amfetamin. Stöð 2. Úlfur segir frá gleymdri Will-Ferrell-mynd. Engin áhörðandi segir sína skoðun. Bad boys, what you gonna do? Area 51 og Maggi dó. Þáttur 18. Hálfsásafmæli, draumar á ríkjum. Arnmundur ekki hrifinn af Minions, fullbátur. Úlfur vill gera Simpsons eftirhermur og Maggi segir frá sinni hugmynda Simpsons þáttum. Úlfur og Magnús fór að gráta á yfirgerakompuna þegar Arnmundur segir að þeir ættu að hætta að tala jólin fyrstu vikuna í nóvember. Spöggstofan. Úlfur lýsir hinum vinahópnum sínum. Örn Árna og Árni Tryggva taka þetta vel í draumahöll. Magnús og Úlfur frægir hjá Emblu. Magnús dreymir Temple Run draum. Arnmundur dreymir egnaðisrun og karlakóðan. Matthías dreymir steypuhjól á land á bílum. Jólavættir og hvorki rólegur nýja æstur þáttur. Aukaþáttur. Úlfur þegar hann fattar að Crash Bandicoot var að lifna við. Fyrsti aukaþáttur karlakóðans. Þáttur 19. Maggi í hraðprófi. Bókmennafræðingur hringdi í arkitekt, skrínrant, óyfirnáttúrulegi hlutir, Home Alone endurgerð, Simpsons crossover, sama þeið og lögregluþjónn Háteigsskóla. Þáttur 20. Karlakóðan heilsar í beinni útsendingu, dularfyrsta lag internetsins, áhorfendur virkir í athugasemdum, varningur karlakóðans, Maggi Jón í smásalinni, nýjaskjáðáttur, spjalla líðatilrauna, borgarar, fréttir og annað fyrir alls konar fólk. Þáttur 21. Arnmundur gleymir vörunum sínum, klúður, Karate Úlfur, bíómyndir, nýr dagskrárliður, jólin, streymasveitur, missa tennur, fasti liðina svo venjulega, Maggi horfir á Vélskipum 94, Matti hatar jólin, Úlfur á eða án múturs og breytingar á ríkisstjórninni. Þáttur 22. Skammdegisstunglindi, nýr styrktaraðilar, Úlfur fær sektarkennd út af barnaníðingastimtali við geimstöðina, Úlfur rifur rétt þegar hann var skotin í dóttur Bergs Ebba og Rán Flýring, Rautt í rautt, Úlfur elskar sitcom-stef, nýtt sýnishorn, strákarnir stela lið úr FM 95 Blöð, Mustafa gestur, Úlfur á TikTok, Maggi líklega fastur í kelluhöllinni, strákarnir gaggrina kúlukúbæði Úlfs, Úlfur gaggrinir, Arnmundur gaggrinir tölvuleikja piparsveina og spænskur bakalútur. Aukaþáttur. Arnmundur einn í kompunni. Annar aukaþáttur karlakóðans. Arnmundur einn í kompunni þegar 3 gestir hringinn og tilkynna mál, sakamál og sálin. Þáttur 23. Obama lendir í slysi, Krókódílubreiðholtinu. Strákarnir undirbúa ævisögu, Kókó og Pepsi auglýsingar, Tvíhöfði, H&M, Biblían, Maggi í bústað, Osama bin Laden. Doddi teiknamaður, nýr aukaþáttur og þekki eða ekki. Þáttur 24. Matti vill byrja með Úlfi, Maggi í kompunni,
Doddi í sögustund, þekki það ekki, það stytti því það og jólaskap. Þáttur 25. Jólakofinn. Jólaþáttur, Kónguló maðurinn, engin leið heim umsókn frá Arnmundi, nýjir símar, samfélagsmiðla Maggi, jólalög í botni, tvíhöfði, Laddi, kökur, jóla, þekki eða ekki, smenki í viðtali, King of being a jólabarn, Úlfur þunglundur út á engu jólalögu, 22. desember hjá strákunum, fluga andaveiðar, Kertasningir sálfræðingur, Maggi syngur á meðalvorlag og Alli A, Gunnar Smári nýr meðlimur, Maggi eru kapitalisti, Æðihlaðarpir, Home Alone hámahorf, Maggi hræddur við skíakljúa, mjög ókapitalistalegt, jólagjafir, síðasti þáttur ársins og síðasti þátturinn í fyrstu þáttaröðinni. Þáttur 26. Karlakofinn mættur aftur, eða þannig, dauð kanína, leikfengi hagkaup, fullt af lögum, Hakuna Matata, á bak við tjöldin og allir með vírus. Þáttur 27. Fullt af dagskrálum með spjalli. Hvað svo sem að senda inn annað en það? Enginn veit. Aukaþáttur. Af hverju það kom engin karlakofa þáttur síðasta sunnudag? Útskýring dagsins, krakkar mínir. Þáttur 28. Mattías syngur ástardúett, Maggi verður skotin í Siggu Kling, Arnmundur horfir á Scary Movie, Pétur gamli brundar á meðan hann syngur gamla barnavísu, náttúrufræði kennari veit ekkert gils, stærðfræði kennari strákurinn syngur lög, vinarleik og Magga, Norni viðtali, Andrew Garfield og Maggi bestu vinur, Matti MS morfísari, Úlli hatar Office, Leslie Nielsen og Gísli Rúnar, Montagsins og spunakastið endurvakið. Þessu geta. Mannlega missug. Þessu geta. Aftur. Þáttur 29. Úlfur pissar í sig á skólaballi, Arnmundur kemur með skólaballsfrasa, Matti hattar Bone Symphony, Maggi með vinarleik, Reykjavíkur draumsagan gerð góð skil, Maggi smokkaauglýsari, Úlfur tyggjóari, sveitastrákur og borgarbörn, kennari segir sögur og morð framið í Eflingu. Þáttur 30. Út í Eyjum spilað, strákarnir fara á hundabíómynd, afmæli Arnmundar, iPhone og snjallúr, Úlfur og Arnmundur tala TED 1 og 2 og Scary Movie í 10 mínútur eða svo, úrslit söngvakeppninnar og alls konar. Þáttur 31. En nú gaman, Úlfur syngur stuðmannalag, allra síðasta veðurfærin rætt, Uglumjólkari mætir í sögustund, Víkurverk sitkomi, Katla og Björg eru gestir þáttarins, Arnmundur segir frá 6 bestu íslensku grínmyndunum, Siggu Kling bíómyndin sýnishorn gert opinbert og léttur vinarleikur. Þáttur 32. Forrest Gump í Holiday Road, Hringt á lögguna, Vestmannaeyjahlaðvarp, Skjábíómyndin og leikara þeirra og Efling. Þáttur 33. Talað gamla karlakóðaþætti, Spænskan bakalút, Vinarleikurinn, Bómullasérfræðingur, Hver spurði, Rick Moranis, Mumma TikTok og Efling. Þáttur 34. Páskakofinn. Páskakanínan, Fríkið, Eflingamálið, Ari Eldjárn uppistand, Vinarleikurinn, Asperger og Múkisson í baði. Þáttur 35. Í afmælisstuði. Strákarnir í afmælisstuði, Skjárnahætta, Ættarmorð, Nýrdagsalur, Matti hattar 50% landsbyggðarinnar, 9/11 og Fáup.
Þáttur 36. Tveir í kompu, kosningar, Eurovision, veramerki karlakvans og vangaveltur. Þáttur 37. Tveir í kompu, aftur, hlaupaleikir, kvikmyndir, COVID, hvað er að frétta, sögustund og alls konar. Þáttur 38. Búðu til lag, flugferði Matta, Bernhard Ber, Latti, Tyggjókall og Breimundur kíkja heimsókn og margt fleira. Þáttur 39. Rættum hin númerinn, foreldrar Úlfs stressaðir út af Mimma TikTokum, Arnmundur með 300.000 áhorf á YouTube, Úlfur elskar Transformers myndina, Arnmundur og Úlfur byrjar í vinnuskóla Flóma, Keggs verksmiðjan rædd, Man vs. Bee, strákarnir gagnrýnendur, Matti horfir á Höstúl, gagnrýnandi kíkir í viðtal, Úlfur fær hugmynd af stefi fyrir spúfmynd, Matti gagnrýnir konungsfjölskylduna, strákarnir hata gúrkugörinn, Matti hatar málsætti, Siggi Gunnars kíkir í viðtal og sprelleri í poka. Aukaþáttur. Sumarkveðja ætla ég að segja. Klúður og ennþá meira klúður. Lokaþáttur seríuna týndist í kerfinu en hér er stuttur aukaþáttur með sumarkveðju. Gleðilegt sumar. Þáttur 40. Karlakvöðin snýr aftur eftir 3 mánaða hlé, mannabreytingar, hlusta á veilskipumlag, Matti að skilgreina sig sem kappameil, rættum 2 nýjar leiksýningar, Bachmann fjölskyldan rædd, Úlfur hittir Pétur Jóhann á Tenerife. Arnmundur hlustar á karlakvöðin í miðborg Parísar, Tvíhöfði byrjar aftur með breyttu sneði, Killer gæs í Eyjafirði opinberð, Atli hilsar Jón Jónssoni, Arnmundur opnar hlaðastúdíó í herberginu sínu, sem ég núna að taka þannig þátt uppi. Úlfur gerði næstæðsnu mistök ferilsins, Jarmi Kaviar kemur aftur í viðtal, farið yfir samfélagsmiðlana, 8 meðaltals hlustendur, mathallir ræddar, hugmyndir og framtíðar aukaþættir, Breaking Bad, Úlfur reiðir yfir HBO Max, fólk að breyta sér dýr, Kanye West hitta, hringdi Jóhann Alfreð og 6 o'clock. Að segja þetta. Þáttur 41. Karlakofan komin aftur, drottning dó, breytt plan í upptökum, Gísli Marteinn gerir nýjan þátt, erfið vika, stjórnmál í Bretlandi, Úlfur sendir Magga skilaboð hvað hann saknaði svo mikið, sjampópælingar, hástafir og lágstafir, ósönn íslensk sagamál, gotta do it, söngvari úr Garðabæ kemur á leikskóla, krókódíllinn eða hamsturinn og breiðalturinn snýr aftur, Úlfur horfir á mynd Alzheimer, Andrew Tate mennskeið, bækur í kompunni, samskipti strákana við Blaze rædd, Hulli í kompunni, bróðir Úlfs, Jóhann Alfreð á ammansland á línunni, sundlagar og baðalán í bakgarðum strákana, Úlfur hágrátandi í rennibraut á Akureyri, Matti fyrir réttunar, Úlfur teiknar í beinni, Gulli helgarættur og gaggalagú. Þáttur 42. Sundliðar ræddar ítalega, Bessastaðir, allir sakna, Dúo og Padlet, tala nýju myndina App, Bíóblaðir og skotbökkum, Matti byrjar með menntaskóla slandir á TikTok, Arnmundur segir sögðið þegar breskur stórundalegu krakki byrjaði eldan í sundi, Matti segir frá myndinni The Parent Trap, Svíþjóðar ekki til, fjölskyldustrákana Una og Afi, Felix Bergsson gefur út nýja bók, Úlfur fær hugmynda bíómynd, Jungnar byrjaði með YouTube síðu, Karlakofinn nefndur í árshátíðarmyndbandi Háteigsskóla, Glerugna Glámur kemur í viðtal, Jóhann Alfreð og Jens Jensson kíkja á línuna, nýr aukaþáttur sem er þessi, Liminal Space og þunglindi í sundhöllunni. Já, takk fyrir að hlusta. Þetta voru heimskulegir 24 mínútur á lífinu minna og ég eyddi líka mjög mikið
þurfti að taka mjög oft upp aftur, þannig að ég náði okkur mann 5 mínútur af þessu nema síðan þetta að byrja aftur alveg upp á grunn og ég gerði mismælti með eitthvað og þetta voru stórt til að laga það bara svona í beinni eins og ég er búin að gera aðan. En jú, ef eitthvað fannst það skemmtilegt þá er það skrítin og kannski mann koma fleiri svona þættir þegar það kom út fleiri karlíku-þættir, þannig að kannski 20 þætti þá ger ég annan þátt sem heitir kannski fleiri lýsingar á karlíku-þáttunum. En allavega takk fyrir að eyða þessum 25 mínútum að lífinu okkar í þessa vitleysu. Takk fyrir og bless.